Já, þá ætlum við að kíkja á þetta fyrsta verkefni í Fusion sem felst í að búa til svona kökuskraut eitthvað svona, læra grunnatriðin í Fusion. Þannig að fyrsta verkefnið eða fyrsti partin af þessu bara að fara hérna hlekk. Þá erum við komin hérna inn á Autodesk sem sér Fusion forritið og við ætlum að smella hérna á Fusion 360 for Personal Hobby Use. Þannig að förum í það og þá förum við inn á einhvern annan hlekk og þá getum við smellt á Get Started og sem gerir maður eitthvað download eða approve og eitthvað svona. Já, hérna, download Fusion 360 now. Það þarf að fara smá krókulega þessu og síðan bara installaði forritinu. Það ætti að vera nokkuð svona straight forward. Installa því. En það sem við viljum gera er að þið sjáu hérna með þetta kökuskraut, þannig að þetta oft svona spes font. Eins og sérstaklega með þetta hérna. Þetta svona ekki hefðbundið font. Þannig að það sem við ætlum að gera, við ætlum að læra að sækja font af netinu og nota það í Fusion. Þannig að við ætlum að fara hérna inn á fonts.google.com. Það getur líka að Google bara fonts og það heldur fyrsta sem kemur upp, það Google Fonts og þá kemur aragrúi af alls konar font sem við getum sótt og það eitt, þið megið þannig sem sækja ykkar eigið ef þið viljið með skoða þetta, en það eitt sem henta viljið sem heitir, ef maður skrifa bara dancing, það eitthvað sem heitir dancing script, svona hálfgerð skrautskrift. Þannig að þið getið smellt á það og þá hérna hægra megin þetta að fara í Download Family. Download Family að þá kemur zip-skrá, þið þurfum að unzipa henni, sýnum ykkur þetta, unzipa henni og þegar það komið að þá farið þið hérna í Dancing Script Variable Font Weight, tvísmella það og þá getið þið farið hérna í Install og leið og það komið að þá ætti þetta að vera komið inn í Word og þetta ætti að vera komið inn í Fusion hjá okkur. Ef þið eru búin að starta Fusion, ég myndi þá slökkva á því og kveikið aftur, kannski þarf að vera slökkt á forritinu svo að það kom inn, en smelli bara inn Install og þá ætti þetta að vera komið á núleitni. Þá ætlum við að fara í Fusion og reyna að búa til eitthvað svona kökuskraut, mjög flott kökuskraut. Þannig að Fusion virkar eiginlega svona tvö viðmóti, svo myndi segja. Annars vegar maður að vinna í þrívídd og síðan maður að vinna í tvívídd. Og þetta virkar svona pínu eins og SketchUp, maður teiknar í tvívídd og síðan tósa maður hlutina upp, eitthvað yfirborð og þá verður til þrívídd. Það það sem við ætlum að gera núna. Við ætlum að setja inn eitthvað letur, teikna eitthvað svona stand undir það, statíf. Sýndir ykkur þetta. Við ætlum að teikna eitthvað stafi, svona, nafn hérna, og síðan teikna eitthvað statíf undir þetta. Og síðan ætlum við að gefa þessu eitthvað þykkt og þá þetta komið inn í þrívídd. Þá bara að bíða eftir að Fusion starti sér. Og vonum að leturgerðin sé komin inn. En sem sagt þegar maður vinnur í tvívídd þá er maður að vinna í svokallað sketch. Þegar maður vinnur í tvívídd þá er maður að vinna í sketch. Núna ég með þetta þrívídd og ég sé það hérna hægra megin uppi hérna í horninu. Ég get breytt sjónarhorninu okkar en maður sér ekki neitt því það ekki neitt inn í teikningunum okkar. Þannig að sem ég byrja að gera er að fara hérna í Create og Create Sketch. Og þá fæ ég þennan valmöguleika og ég get valið á hvað flöt ég ætla að teikna. Ætla ég að teikna svona til hliðar, framan á eða beint ofan á. Og ég ætla að teikna hérna beint ofan á.
Þið sjáu þessar tölur þarna, þetta allt í millimetrum. Og ef þið ekki sjór, þá eru 100 millimetrar, það eru 10 centimetrar. Það getur bara deilt með 10 og þá eru komið centimetrana. Það sem við byrjum að gera hérna letur. Þannig að við fyrir hérna í create, þennan litla flipa hérna. Og þá hérna neðst text. Og við bara smellum eitthvað staðar hérna, skiptir ekki svo mikið máli. Og við fáum upp það box hérna. Og hérna inni, ef ég smelli inn í þetta box hérna, þá get ég skrifað þröstur. En ég get líka valið hérna font. Þannig að hérna vil ég skrolla niður og finna dancing script. Og vala það hérna. Height hérna hæðin á textanum og þetta 10 mm, þetta 1 cm sem ekki neitt. Þannig að ég vil kannski hækka þetta yfir í 40 cm. Nei, 4 cm. Og gerir bara enter hérna. Svona. Þá þetta svona tengiskrift. Síðan vil ég gera, þetta verður vísu vandamál með öið. Ég með þessa 2 punkta hérna, þeir myndu hverfa. Þeir haldast ekki við neitt. Þannig að ef maður myndi setja þetta í þrívíddarprentara, þá myndi prenta hérna 2 punkta einhvers staðar og þeir myndu sjálfsögðu bara detta af. Þeir eru ekki fasti við neitt. Allavega, við ætlum ekki að spá í því núna. Það sem ég vil gera núna, ég vil teikna eitthvað svona smá stand undir þetta, svona eitthvað til þess að stinga ofan í kökuna. Þannig að ég fyrir hérna í create og ég ætla að búa bara hérna til line og ég ætla að teikna einhverja línu hérna sem nær hérna í gegnum, kannski aðeins og niðarlega þessi lína, ít á escape, fyrir aftur, create line, ég get líka ít á L, teikna hérna línu hérna, gegnum þetta, við erum bara að gera þetta eftir auganu núna, engar ákveðnar þykktir eða lengdir. Ok, ég get síðan ítt á escape þegar ég er búinn að gera þessa línu. Það sem ég ætla að sína að gera að ég ætla að gera hérna spline og gera fit point spline. Þannig að það sem ég get gert þá ég get byrja hérna í endan á línunni, smellt hérna einhvers staðar á leiðinni og gert svona bogadregna línu. Síðan þegar ég er búinn að gera hérna fara inn í endan, þá getur ég bara ítt á enter. Ég get fyrir aftur í create spline, vel fit point spline. Ég byrja bara að velja hérna endan á þessu. Vel síðan eitthvað punkt svona í sirka bát hérna. Og hún gerir svona boga fyrir okkur. Síðan bara enter, ítu enter. Og þá býr hún til svona að sjá að það verður þetta svona ljósblátt. Það því ég er búinn að loka þessu svæði og þetta orðið eitthvað svona yfirborði. Svona svipað eins og í SketchUp. Það sem við ætlum að gera núna. Nú ætlum við, eru komið flötin okkar, nú ætlum við að lyfta þessu. Það er að gefa þessu þykkt. Og þá ætlum ég að fara úr sketchinu mínu. Þannig ég ætla að íta á E. Ef ég ít og takkan E og þá ætlar maður að fara að extruda og extruda þegar maður ætla að gefa þessu þykkt. Þannig að ég ætla að smella á þennan þríhyrning sem ég var að búa til, halda shift inni, held shift inni og smelli líka á nafnið mitt, þröstur. Og þá kemur þessi hérna upp. Því að maður ætla að gefa þessu þykkt og ég ætla að taka þetta og drega þetta bara upp og það kemur hérna þessi 5 mm sem hálfu centimeter sem bara fínt og þá íti ég bara á enter og þá ég komin ég held inn miðju í músatakkanum, þá get ég fært þetta svona. Ég get farið hérna og ítt á músatakkan, þá ég að breyta sjónarhorninu. Þá ég komið með þessa ótrúlega fallegu teikningu
sem ég geti sett þá í þrívíddarprentara og prentað út og tróðið ofan í einhverja köku. Já, ekki slæmt. En síðan til þess að vista þetta, þá farið ég bara inn í File, Save og þið með hérna möppu sem heitir My First Project. Þið getið búið til nýja folder ef þið viljið. Ég með nokkra foldera fyrir eitthvað sem tengdist skólanum, eitthvað sem tengdist heimilinu og eitthvað svona dóttir í. En þið ráðið því og þið gefið þessu bara nafnið verkefni 1. Verkefni 1, þetta er allt vistað á netinu, þannig að þið er ekki vistið á tölvunni ykkar. Þannig þið þurfa að vera með þá account í Autodesk og þið getur örugglega fundið út af því hvernig þið búið til account hjá þeim. Ef það kemur upp eitthvað villimelding. En þá var það bara komið.